Kerfið brást drengjunum sem voru vistaðir á fósturheimilinu í Bakkakoti á Suðurlandi, segir forsætisráðherra. Nokkrir menn sem voru vistaðir þar segjast hafa orðið fyrir grófu ofbeldi. Seðlabankastjóri segist ekki hafa haft val annað en að halda háum stýrivöxtum þrátt fyrir skýr merki á hagkerfið sé að kólna. Landsmenn gætu þurft að bíða nokkra mánuði til viðbótar eftir næstu lækkun. Veturinn á suðvesturhorni landsins hefur verið í mildara lagi og sjaldan snjóaði jafn lítið. Milljónir hafa sparast í snjómokstri, skíðabrekkur eru auðar og fuglar byrjaðir að verpa. 13 ára ástralskur drengur kom fjölskyldu sinni til hjálpar með því að synda 4 kílómetra að landi og sækja hjálp. Hann segist ekki vera hetja, hann hafi einfaldlega gert það sem þurfti. Sum heimabíó í landinu verða búin lúxussætum innan skamms og góð áhorfendasæti verða brátt í boði á hjólabrettasýningum í Hafnarfirði. Mörg bíósæti sambíóanna í Álfabakka fluttu á ný heimili í dag. Komið sæl. 9 menn sem segist hafa sætt ofbeldi á bóndabænum Bakkakoti krefjast þess að mál þeirra verði rannsakað og að opinbera viðurkenni bótaskyldu í málinu. Bréf þess efnis var sent forsætisráðherra á dögunum. Hún hefur boðað þá á fund sinn á morgun. Mennirnir voru á barnsaldri sendir í fóstur í Bakkakot. Barnaverndaryfirvöld sendu börn þangað í tæpa 3 áratugi. Í Kveik í gær lýstu þeir grófu ofbeldi sem þeir segjast hafa orðið fyrir á bænum. Lögmaður mannanna segir nauðsynlegt að tryggja að tjón mannanna verði bætt og að sagan endurtaki sig ekki. Þetta snerti hjarta okkar allra, held ég, bara allra þjóðarinnar. Við erum öll sem eigum börn. Við sendum þau stundum í sveit, í sumarbúðir og við viljum treysta því að það sé hugsa vel um þau og eftirlit þarf að vera til staðar. Þetta má ekki vera þannig að þetta sé fyrirfram ákveðið eftirlit. Það gengur ekki, við vitum það alveg og við þurfum bara að ganga úr skuggum að svona starfsemi þar sem að börn eru vistuð, að það sé hugsa vel um þau og fólk sem að stendur í svona rekstri að það sé líka hæft til þess og ég vil enn og aftur hrósa þessum mönnum sem stigu fram í gær og ef það eru fleiri hérna úti sem að vilja stiga fram það endilega hafið samband. Og hvað hægt að gera? Það sem þetta snýst í raun og veru mest að þetta verði rannsakað sem skildi að starfsemi Bakkakots verði þá bara gerði upp og skoðuð hvað var hérna í gangi og síðan í öðru lagi að ráðherra viðurkenni bótaskyldu fyrir hönd íslenska ríkisins og að þeir fái í rauninni tjón sitt bætt og síðan síðast en ekki síst að umbjóðendur mínir það versta sem þeir geta hugsað sér og það er að þetta fá að endurtaka sig eða hvað þá þetta sé ennþá í gangi. Þannig að þeir vilja að verklag og allt slíkt sé þá endurskoðað og farið í gegnum. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, þú hefur fylgst þessu máli eftir í dag. Nú lögmaðurinn búinn að senda þetta bréf á forsætisráðherra. Hvað kemur þar fram? Í bréfinu lýsa 9 menn sem voru á Bakkakoti þeirra upplifun af vistuninni þar. 5 þeirra sögðu sína sögu í Kveik í gær. Þeir krefjast rannsóknar á starfsemi Bakkakots, mati á tjóninu sem þeir telja sig hafa orðið fyrir, bótum vegna þess og farið verði yfir verklag og eftirlit með vistheimilum í nútímanum. En í þættinum kom fram að það eru 440 börn í fósturi á landinu í dag. Nú Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, hún tók við bréfinu á dögunum. Hver hafa hennar viðbrögð verið? Hún segir að málið verði tekið alvarlega og rætt í ríkisstjórn á næsta fundi sem er núna á föstudaginn og svo hefur hún boðað mennina eða fulltrúa þeirra á sinn fund, eða það er að segja mennina sem sendur bréfið, á sinn fund á morgun í hádeginu. Það er augljóst að kerfið bregst. Það er ekki hægt að fullyrða annað og eins og ég segi, ég ítreka það er átakanlegt að heyra þetta og þeir tjáðu sig af miklu hugrekki og einlægni og ég held að það var hreyft við hverju manni sem horfði á þennan þátt. Þannig að við tökum þessu bara gríðarlega alvarlega hér. Fyrsta skrifið verður það að ég ætla að funda vonandi strax á morgun með fulltrúum þessara einstaklinga. Mér finnst mikilvægt að hitta þá og heyra frá þeim millilega laust og svo þurfum við að finna þessu viðeigandi farveg. Hvaða farveg getur það verið?
Það er auðvitað ýmislegt sem kemur til greina, en það skiptir bara máli að við förum rétt inn í málið. Það hefur auðvitað verið rætt rannsóknir og það hefur verið rætt bótagreiðslur og fleira svoleiðis, en eins og sakir standa þá til dæmis ekki til heildarlög sanngirnisbætur eða lagabálkur sanngirnisbætur á Íslandi, þrátt fyrir að það hefur verið unnið að þessu í einhver tíma. Þannig að nú taka bara við samtöl á milli ráðuneyta og við förum yfir málið. Nú hafa félag fósturbarna sagt að 5 barnaverndarstofur á landinu sinni engu eftirliti samkvæmt þeirra könnun. Er það ásættanlegt? Þetta er auðvitað ekki ásættanlegt ef fólk upplifir eftirliti ábótavant og þetta er eitt af því sem verður að taka til skoðunar. Þetta er meðal annars, eins og ég segi, ástæðan fyrir því að við erum að skoða eftirlitsheimildir stofnana og það er verið að leggja fram ný heildarlög barnavernd núna á þessu vorþingi. Þannig að þetta verður allt tekið til umræðu í samhengi þessara mála. Hálfriðdaginn félag fósturforeldra benti á í dag að það veri enn víða pottur brotinn í eftirlitinu. Já, þau gerðu sem sagt kannanir meðal sinna félagsmanna sem sýndi það. Formaður félags fósturforeldra segist ekki vilja trúa því að svona meðferðis og mennirnir í Kveik segjast hafa orðið fyrir. Viðgangist í dag, hann segir erfitt að fullir það því að eftirliti sé ábótavant. Félagi kallar eftir því að eftirliti verði bætt og meira fjármagn sett í málaflokkinn. Sumar barnaverndarþjónustur hafa sagt okkur að þau bara komist ekki yfir þetta eftirlit. Og ein stór barnaverndarþjónusta hefur hreinlega sagt okkur, við komist ekki einu sinni yfir helminginn af þessu lögbundnu eftirliti. Vegna þess að okkur skortir bara fé, vegna þess að okkur skortir úrræði, okkur vantar bara meira fólk. En þau líka segja okkur líka, þegar við förum á fundi með þeim, bæjarstjórinn kemur ekki að tala við okkur, sveitarstjórnin veit ekki hvað að gera, við óskum eftir meiri peningum, en það er ekki veitt. Það verður að fara að gera eitthvað. Ég er búin að heyra sögur í dag frá börnum sem voru í Bakkakoti sem að lýsa ennþá verri og ljótari sögum heldur en strákarnir sögðu í gær í þættinum. Ennþá ljótara ofbeldi heldur en við heyrðum í gær. Og bara, en þetta fólk er ekki tilbúið að koma fram og segja sína sögu. Það treystir sér ekki einu sinni að horfa þáttinn. Þannig að þú veist, það verður að taka þetta alvarlega. Við sem samfélag tókum þessi börn af heimili sínu og við ætluðum að ráðstafa þeim á öruggan stað. Við gerðum það ekki. Og við erum ekki ennþá viss sem við gerðum það. Fósturbörn eru bara börn í vanda og við þurfum að hjálpa til við að leysa þennan vanda. En það virðist enginn ætla að gera það. Hvorki með rannsóknum eða kerfisbreytingum eða veita fé þar sem þarf. Ég vil bara að pólitík beri ábyrgð á því að barnaverndarkerfi virki. Þá engin annar beri ábyrgð á því. Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála hefur eftirlit meðal annars á sviði barnaverndar. Þau sendu frá sér yfirlýsingu í dag þar sem þau vísa því á bug að stofnunin hafi sýnt sinnuleysi eða vísa málum frá og þau segja leitt að formaður fósturforeldra upplifi það. En það væntanlega fleiri sem bera ábyrgð á því að það sé eftirlitið sé með fullnægjandi hætti? Jú, það eru stjórnmálin, ráðherrar sem bera ábyrgð á málaflokknum og eftirliti með stofnunum sem ríkið rekur eða styrkir. Við ræddum við Ingu Sæland, barnamálaráðherra í dag sem var harmi slegin yfir fréttum af máli mannanna og hún segir ljóst að ábyrgðin liggi hjá sveitarfélagunum. Og ég vil bara segja við alla þessa menn sem hafa stigið þarna fram, þeir eru algjörar hetjur og ég á bara erfitt með að tjá mig svona hræðileg mál. En hvar liggur ábyrgðin að þínu mati? Það fer náttúrulega eftir í, til dæmis í þessu tilviki, þessu skelfilega tilviki, þá er þetta fósturheimili á framfæri sveitafélagana en við vorum með eins og til dæmis með á Laugabóli og eins og með Breiðuvík og annað slíkt, þá voru það heimili í á framfæri ríkisins. Þannig að það fer ekkert á milli mála þeir aðilar sem og þau sveitafélög eða ríkisvaldið sem að hafa verið að koma með eða reka þessi heimili, þau bera náttúrulega fullkomlega ábyrgð á þessu. Og það verður áfram fjallað þetta mál í Kastljósi í kvöld en þar verður rætt við Ólöfu Ástu Fariðstveit, forstjóra Barna- og fjölskyldustofu og Guðbrand Árna Ísberg sálfræðing sem hefur meðal annars fengist við sálræn áföll barna. En þá förum við til útlanda.
Aðalsamningamaður Úkraínu, Rustem Umerov, segir þríhliða viðræður með Rússum og Bandaríkjamönnum í Abu Dhabi í dag hafa gengið vel. Rætt hafi verið raunhæfar lausnir til að ljúka stríðinu. Lítið hefur verið gefið upp hvað var rætt efnislega. Fyrirfram var búist við að stóru málin yrðu yfirráð í Donbass og öryggistryggingar fyrir Úkraínu. Aukinn þungi hefur verið í árásum Rússlands hers og eru margir Úkraínumenn enn án hita og rafmagns. Árásirnar hafa vakið upp spurningar í Úkraínu hvort Rússum sé alvara með viðræðunum. Þeim verður haldið áfram á morgun. Seðlabankinn ákvað í morgun að halda stýrivöxtum óbreyttum í 7,25% og eru vonir hratt vaxtalækkunarferli eftir langvarandi hávaxtatímabil að litlu orðnar. Vextir fóru hæst í 9,25% haustið 2023 og stóðu í þeirri tölu í það bil 1 ár þegar vaxtalækkunarferlið hófst. 5 lækkanir á skömmum tíma gáfu góð fyrirheit framhaldið. En frá því í fyrravor hefur Seðlabankinn aðeins einu sinni lækkað vexti. Það var í nóvember og var bankinn þá að bregðast við vaxtadómi Hæstaréttar frekar en lækkandi verðbólgu. Miðað við orð seðlabankastjóra ekki von á vaxtalækkun fyrr en í vor eða síðsumars. Núna erum við stýrivexti 7,25 sem öll þjóðin finnur fyrir og ég veit að það eru mjög hávextir og þeir eru að draga niður fjárfestingu, þessi hávextir. Draga niður ýmsa hluti eins og það að fólk geti keypt íbúðir. Og það leiðir til þess að hagkerfið kólnar. Og það leiðir til þess að atvinnuleysi vex. Auðvitað hefðum við viljað sjá þá verðbólgu lækka í samræmi við þessa kólnun. Það getur við brugðist við með því að lækka vexti. Ef við sjáum ekki verðbólgu ganga niður, þá getum við ekki að lækka vexti og þá erum við að sjá meiri samdrátt og meiri kólnun og meira atvinnuleysi og meiri kostnaði þetta sem er auðvitað óheppilegt og við höfum ekki viljað sjá en við eigum ekkert val. Megin ástæður mikillar verðbólgu í janúar voru gjaldskrárhækkanir hins opinbera og hækkun vörugjalda á bifreiðum sem seðlabankastjóri segir að hafi komið óheppilegum tíma. Fleiri hlutir hækka sömuleiðis sem Seðlabankinn skýrir meðal annars með því að laun hafi hækkað umtalsvert umfram kjarasamninga. Verði ársverðbólga yfir 4,7% í lok sumars verður heimilt að segja upp kjarasamningum. Það þýðir bara eitt, segir varaseðlabankastjóri, hærri vexti. Sú tilraun að halda við getum hækkað laun svona mikið og miklu meira en önnur lönd, samt haft verðbólgu eins og í þessum löndum og vexti eins og þessum löndum einfaldlega tilraun sem gengur ekki upp til lengdar. Leikskólastjórar allra leikskóla á vegum Reykjavíkurborgar krefjast þess að gripið verði til aðgerða í leikskólamálum fyrir lok mánaðar. Þetta kemur fram í bréfi 63 leikskólastjórnenda til borgaryfirvalda. Þar segir að leikskólastjórnendur hafi staðið frammi fyrir óraunhæfum kröfum í rekstri skólana langt skeið. Ekkert hafi verið gert til að bæta starfsumhverfi leikskólana eftir að stytting vinnuvikunnar tók gildi og það sé eitt stærsta vandamálið í rekstrinum. Svokölluð Reykjavíkurleið hafi verið vel kynnt og átt að taka gildi áramót. Í byrjun desember hafi þó verið ákveðið að svo yrði ekki. Verði ekki brugðist við fyrir lok mánaðar treysta leikskólastjórnendur sér ekki til að bera ábyrgð á þeirri stöðu sem uppi. Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður í Ráðhúsi Reykjavíkur. Eva Björk, ætla borgaryfirvöld að bregðast við þessum kröfum? Já, þessi svokallaða Reykjavíkurleið svona sögð vera enn í vinnslu en hérna hjá mér Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri. Já, Heiða, hvernig svararu ákalli þessara leikskólastjóra? Já, ég sé að þau eru mjög óþreyjufull eftir að fá niðurstöðu í þetta mál og ég bara tengi vel við það. Þetta hefur tekið langan tíma. Við auglýstum þarna, fórum út með ákveðna leið sem var þverpólitísk sáttum en jafnvel bara strax eftir hádegi var hún ekki lengur þverpólitísk og við fengum hundruðir umsagna þessa leið þannig að það er bara búið að vera vinn úr því og stýrihópurinn hefur haldið áfram og það styttist í niðurstöðu og ég finn bara ákallið mikið og ég skil það. En hverjar eru svona helstu hindranirnar? Já, það komi bara mjög margar ábendingar og það má segja leikskólastjórar voru mjög ánægðir með þessar tillögur, hefðu helst vilja sjá þær svona, en aðrir aðilar kannski á vinnumarkaði minna, verkalýðshreyfingin gagnrýndi þetta heilmikið
og fleiri. Þannig að við höfum bara verið að reyna að vinna úr öllum þessum ábendingum og þessum umsóknum sem við fengum og það gengur vel og þetta á lokametrunum. Þau gefa ykkur svona tíma, út febrúar, sérðu það náist? Já, við erum allt annar tímalínu og vonandi verður þetta komið fyrir en það. En auðvitað leiðilegt að fólk sé fara að gefa mann tíma. Það allir að vinna hér að heilum hug, fólki sem í þessum stýrihóp og starfsfólk sviðsins. Við erum auðvitað bara að reyna að standa vörðum þetta mikilvæga menntastofnun sem leikskólinn og auðvitað líka að þetta sé aðgengileg þjónusta fyrir barnafjölskyldur og þau geti treyst á öryggi og góða menntun þar. Það er auðvitað okkar markmið og þá verður að vanda til verka. En þau svona enda þetta bréf einhvern veginn á að segja að þau getur ekki borið þessa ábyrgð áfram ef þetta næst ekki. Hvað lestu í þau orð? Ég ætla bara að lesa sem minnst í þau orð vegna þess að við erum að ná þessu og við hefum átt mjög gott samstarf við leikskólastjóra og ég fagnaði bara hversu ástríðufull þau eru fyrir sínum störfum. En auðvitað stöndum við með leikskólanum eins og við hefum gert. Leikskólanir eru mikilvægar grunnstofnanir í okkar samfélagi og ég held að þessi gríðarlegu viðbrögð við okkar tillögum hafi líka bara sýnt það að fólk hefur mikla skoðanir á leikskólum, vill hafa mikið það að segja og okkar markmið alltaf að styrkja leikskólan og styrkja þær grunnstofur sem þarna og styðja við þetta góða starfsfólk okkar í særastöru. Takk fyrir það, Heiða. Og við kveðjum héðan úr Ráðhúsinu. Takk fyrir það, Eva Björg Benediktsdóttir með borgarstjóra í Ráðhúsinu. Ryan Routh, sem skipulagði að ráða Trump af dögum í september 2024, hlaut í dag lífstíðardóm líkt og saksóknarar höfðu farið fram á. Hann hafði beðið færis við golfvöll Trumps í nær hálfan sólarhring. Leyniþjónustumaður í lífvarðasveit Trumps kom auga á hann þar sem hann mundaði byssu við golfvöllin. Routh tókst ekki að hleypa af skoti. Hann var fundinn sekur að reyna að ráða Trump af dögum en eftir var að ákveða lengd dómsins. Sænskar flugsveitir syntu í dag í fyrsta sinn loftrýmisgæslu hérlendis fyrir hönd Atlantshafsbandalagsins og verða með aðsetur í Keflavík næstu vikur. Þessar orrustuþotur æfðu aðflug og lendingar á Akureyrarflugvelli og urðu íbúar við Eyjafjörð líklega margir varir við það enda mikil hávaði frá þotunum. Fleiri æfingar verða á Akureyri og á Egilsstöðum fram til 14. febrúar. Verkefnið felur í sér að orrustuþotur og sérþjálfað lið séu til taks til að bregðast við óþekktum eða óvæntum flugferðum eða ógn í lofthelgi bandalagsins. Veturinn á suðvesturhluta landsins hefur verið afar snjóléttur og janúarmánuður nánast snjólaus í Reykjavík. Tugmilljónir hafa sparast í snjómokstri en veðrið hefur einnig haft áhrif á fugla og gróðurlíf. Segja má að veturinn hafi byrjað með látum í lok október þegar snjókoman á höfuðborgarsvæðinu sló öll met og snjódýptin varð sú mesta í þeim mánuði frá upphafi mælinga. Verktakar höfðu vart undan að moka götur og ryðja burt snjó. Síðan þá hefur varla fallið snjókorn af himni á Suðvesturlandi og janúarmánuður verið bæði þurr og sólríkur. Snjómokstustæki hafa ekki þurft að sinna mörgum verkefnum. Já, það er búið að vera frekar lítið að gera og þessi tíð er náttúrulega alveg með ólíkindum. Þið fáið svona langan tíma þar sem ekki snjóar og þið þurfið ekki að vera að ryðja snjó. Erum við að tala um 20 milljóna sparnað? Já, við erum alveg örugglega að tala um 20 milljóna króna sparnað vegna þess að eitt svona gott skot sem kannski tekur okkur 3, 4, jafnvel 5 daga að laga geta kostað okkur 20 milljónir. Einungis tvisvar í janúarmánuði mátti sjá alhvíta jörð í Reykjavík. Leita þarf aftur rúma 2 áratugi til að finna jafn fáa snjódaga í byrjun árs að sögn veðurfræðinga. Snjóleysið hefur líka haft áhrif á skíðaiðkendur en brekkurnar hér í Bláfjöllum hafa meira og minna verið auðar í allan vetur. Það er ekki margir á skíðum núna? Nei, það er ekki margir. Hvernig hefur þetta gengið í vetur? Þetta er alltaf búið að vera einstaklega sérstakur vetur. Við hefum verið með aðeins 3 opna daga á framleiddum snjó á byrjandasvæðinu. Síðan hafa bara þessar hlákur gengið yfir okkur og snjórinn er bara, þú sér brekkurnar núna, þetta eru framleiddu snjórinn, hann er hérna í grunninn að hanga hérna en þetta er búið að vera einstaklega lélegur vetur. Veðurfarið hefur einnig haft áhrif á gróður og fuglalíf. Sumstaðar eru laukar byrjaðar að spretta og fuglar að verpa. Þegar borgarstarfsmenn voru að taka niður Oslóartríið á Austurvelli á dögunum, fundu þeir þetta svartþrasta hreiður. Er óvenjulegt að fuglar sé að verpa svona snemma? Já, mjög. Við erum allavega ekki með spörfuglar sem verpa á þessum árstíma og svartþrestir þeir eru þekktir fyrir að verpa alveg frá mars og eða fram í ágúst en í janúar held ég að sé bara óheyrt sko. Hvað verður ungana þegar fuglarnir verpa svona snemma?
þeir eiga sjálfsagt ekki mikla möguleika ef það kemur hret og þannig að já. En svartþrestir þeir verpa alltaf 3 á hverju sumri þannig að það bara vona að þeir reyni aftur þegar að betri tíð. Hetjudáð ástralsks drengs hefur vakið heimsathygli en hann synti í 4 klukkutíma í sjó til að bjarga fjölskyldu sinni sem hafði rekið á haf út. Góður dagur að Quintaloup-ströndinni á vesturhluta Ástralíu breyttist fljótt fyrir Appleby fjölskylduna. Móðirin Jóhanna og börnin hennar 3 voru að leika sér í sjónum á róðrabrettum og kajökum þegar þau tók að reka út á haf. Þegar ljóst var að þau kæmust ekki öll tilbaka róandi á móti hafstraumunum ákvað elsti sonurinn, hinn 13 ára Austin, að róa og synda til lands og sækja hjálp. Móðir hans varð eftir hjá yngri systkinunum. Look, in the beginning it was we're going to be fine. Austin's going to make it back. I just keep swimming. I do breaststroke, I do freestyle, I do survival backstroke. And then it took me about I had the life jacket and the kayak for 2 hours, and then for the next 2 hours I was just swimming with no life jacket. Leiðin sem Austin synti 4 kílómetrar og eftir það tók við 2 kílómetra hlaup til að komast í síma. I ran to the phone and I called 000 and I had to call 000 police. I said I need helicopters, I need planes, I need boats. My family's out at sea. They started drifting from here it was, and ended up the kayak there, and they were found out here, roughly. 10 hours we were out there, and I think definitely 8.5 of them was the most scariest we've ever been through ever. So yeah. Austin segist ekki sjá sig sem hetju. Hann hafi bara gert það sem þurfti til að bjarga fjölskyldu sinni. We made it, we're alive, and that's the most important thing. And I have all 3 babies. Excuse me. all 3 of them made it. That was all that mattered. So it was good. Byrjað var að afhenda flesta sem prýðir góð kvikmyndahús í Bíóhöllinni fyrrverandi við Álfabakka í dag. Margir koma að sækja gósið. Það sem mest áberandi þegar maður kemur inn í Sambíónu á Álfabakka, það poplyktin. Man langar alveg sjúklega í pop. En þessi bekkur hér, hann fær nýtt hlutverk og hvar verður hann? Hann verður notaður í líkamsræktarsal á Hellu. Heyrðu, drengir, hvert það að fara með þetta? Þetta fer á lítið svona hótel á Hellu. Ertu ekki að fá þetta á góðum prís þá? Æðislegu verði. Þetta virðist nú vera sæmilega farið. Já, þetta bara sést ekki á þessu. Nei. Svo tók ég líka hérna svona númeraplötur sem verða við hótelherbygginu. Nú ekki mikið pláss sem var að vinna með hérna. Ætlar að flytja bara lögheimilið í stólinn? Ekki spurning, þetta alvöru. Hvaða græjur í þessum stól? Það bara allt í þessu. Alla stillingar og nudd og allur pakkin. Lúxusalurinn, Vaffi P-salurinn í Álfabakka var líklega fyrsti lúxusalurinn sem opnaði var í landinu 2001 og selur efnisveitan að rafdrifnu sætin úr þeim sal á 15.000 krónur. Kaupmaðurinn í Bjarnabúði í Reykholti í Biskupstungum ætlar að njóta þess að horfa góðar myndir heima hjá sér eftir langar vaktir í búðinni. Svolítið vesen að ná þessum fínustu sætunum hérna. Það var smá vesen fyrstu svona 2 stólanir, svo var maður komin upp á lagi með þetta. Ég er með heimabíósal bara í kjallaranum heima hjá mér, þannig að þetta fer bara til að fullkomna salinn. Við komum til með að nota þetta ansi mikið held ég þegar þetta verður tilbúið. Það er fínt að horfa frétnar þarna niðri. Brettafélag Hafnarfjarðar BFH fékk nýtt húsnæði í hittifyrra og nú bætaðu við 20 bíósætum. Við erum að gera endurbætur á salnum okkar og þetta verða áhorfendastúkurnar sko. Er þetta með góð aðstöðu? Við erum frábæra aðstöðu. Besta aðstöðu á landinu og nú er aðstæðan ennþá betri fyrir foreldra og áhorfendur á keppni. Hvernig fóruð þið að velja? Herru, við völdum bara rauðina. Við skoðum hana vel og vandlega. Já, minnsta tyggjóið og minnsta lyktin sko. Ekki búið að selja allt úr bíóinu en síðasti séns til að kaupa nú í febrúar.
Og þá ætlum við að líta til veðurs. Austlæg átt 5 til 13 metrar á sekúndu, 13 til 18 með suðurströndinni. Víða verða élin bjart að mestu landinu vestanvert, snjókoma eða rigning suðaustan og austan til síðdegis á morgun og líkur á skafrenningi með takmörkuð eða lélegu skyggni. Það verður áfram þurrt vestan til og hiti breytist lítið. En við förum nánar yfir veðurhorfur að næstu daga að loknum íþróttafréttum. Undanúrslit bikarkeppni kvenna í körfubolta eru í dag. Í fyrri leik dagsins stríddi botnlið úrvalsdeildarinnar sigursælusta liði bikarkeppninnar. Yannis Agravanis, leikmaður karlalið Stjörnunnar í körfubolta, fær að spila með liðin í úrslitaleik bikarkeppninnar á laugardag, þrátt fyrir að hafa verið rekin af velli í gær. Aganefnd KKÍ kemur ekki saman fyrir næsta þriðjudag. Og skíðakonan Lindsey Vonn ætlar sér að keppa í bruni á vetrarólympíuleikunum á sunnudag, 9 dögum eftir að hún sleit krossbönd. Ekki missa af íþróttum hér að loknum fréttum. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Kerfið brást drengjunum sem voru vistaðir á fósturheimilinu í Bakkakoti á Suðurlandi, segir forsætisráðherra. Nokkrir menn sem voru vistaðir þar segjast hafa orðið fyrir grófu ofbeldi. Formaður félags fósturforeldra segir eftirlitið með fósturheimilum enn ábótavant. Við sem samfélag tókum þessi börn af heimili sínu og við ætluðum að ráðstafa þeim í á öruggan stað. Við gerðum það ekki. Og við erum ekki ennþá vissum þessum að gera það. Seðlabankastjóri segist ekki hafa val annað en að halda háum stýrivöxtum þrátt fyrir skýrmerki að hagkerfið sé að kólna. Landsmenn gætu þurft að bíða nokkra mánuði til viðbótar eftir næstu lækkun. Veturinn á suðvesturhorni landsins hefur verið í mildara lagi og sjaldan snjóaði jafn lítið. Tugmilljónir hafa sparast í snjómokstri, skíðabrekkur eru auðar og fuglar byrjaðir að verpa. 13 ára ástralskur drengur kom fjölskyldu sinni til hjálpar með því að synda 4 kílómetra að landi og sækja hjálp. Hann segist ekki verið hetja, hann hefði einfaldlega gert það sem þurfti. Sum heimabíó í landinu verða búin lúxussætum innan skamms og góð áhorfendasæti verða brátt í boði á hjólabrettasýningum í Hafnarfirði. Mörg bíósæti sambíóna í Álfabakka fluttu á ný heimili í dag. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á RÚV.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfélgina þar sem af er þessum degi. Verið sæl.